Sæl og veru velkomin í Skepnasprett. Í þættinum í kvöld ætlum við að kíkja í alvöru hrossarekstur. Við ætlum að kíkja á kynbótasýningar en byrjum hér í Hörgárdalum þar sem við hittum fyrir bændur að Björgum. Viðar Bragason hefur á síðustu árum stigið upp sem einn allra færasti knapi hestamannafélagsins Léttis. En afreksskráin hefur lengst jafnt og þétt undanfarin ár. Hann hefur meðal annars verið valinn knapi ársins og íþróttamaður ársins oftar en einu sinni hjá Létti. Og það er frekar undantekning en regla að sjá hann meðal efstu knapa á mótum. Viðar býr hér að Björgum í Hörgárdal ásamt konu sinni, Ólafíu Snælusdóttur og dótturinni Fanndísi Viðarsdóttur, sem sjálf hefur getið sér gott orð sem knapi á landsvísu. Á Björgum hefur Viðar ásamt Sigmari bróður sínum og Jóni Páli Tryggvasyni byggt upp frábæra aðstöðu til tamninga. En gamalt fjós og hlaða voru innréttuð sem hesthús og þessi myndarlega reiðvöll byggð við. Skammt frá hesthúsinu er síðan hringvöllur og því er óhætt að segja að á Björgum sé allt til alls til að stunda topp hestamennsku. Við byggjum hesthúsið sem erum í núna, sem er sett nýja húsið, byggjum við 2008. Já. Held ég sé rétt hjá mér, og svo kemur reiðvöllin árið seinna, 2009. Er þetta ekki rosalegu munur að hafa svona inni aðstöðu? Jú, þetta er mikil munur svona á veturinn, þegar það er svona, bara eins og ég er ótt hjá okkur svona leiðinda veður og þá er þetta mikil munur, maður getur allavega gert eitthvað. Hún er líka þá stór, sko. Þetta er svona, hjálpar manni mikið. Og þið hafið eitthvað verið að bjóða upp á námskeið og svona ekki? Það er nú reyndar mjög lítið. Já. En við hefum stundum að við fengið reykjannara sem hafa komið og verið hjá okkur aðeins. Þannig að við höfum svona að nota þetta oft svo leiðis. Það er að nýta þessa fína aðstöðu. Já, algjörlega. Húsið tekur 40 hross, en Viðar sjálfur hefur verið með 20 hross í þjálfun í vetur og 1 starfsmann á plani. Flest hrossin úr eigin ræktun, en á undanförnum árum hafa komið fram eftirtektarverð hross frá Björgum, sem hafa gert það gott í kynbótadómi og á keppnum. En hvers konar hross vill Viðar rækta? Við förum nú mjög fjölbreytt í þessi ræktun, sko. Við eiginlega bara stökkum á það sem okkur líka svona hverju sinni, sko. Við erum svo komið með fína merar í ræktun, sko, sem við höfum sýnt og erum með einhverja fyrstöluna merar, sko. Þetta svona er nú mikið að batna. Já. Þannig að það erum að fá svona sterkari merar inn. Þannig að það er jákvæð þróun í gangi. Já, jákvæð þróun. Já. Við svona leggjum svona meir upp og við erum mikið að keppa á svoleiðis og reynum svona að rækta að freka þannig hross. Með góðum árangri. Já, það hefur gengið bara mjög vel. Gengið mjög vel hjá okkur. En með sumarið, það stefna á landsmót eða eitthvað svoleiðis? Já, við stefnum á landsmót með einhver slatt af hrossum sko vonandi. Já, en þú ert nú ekki bara að rækta hross. Dóttirin hún Fanndís er nú ansi öflug í brautinni og væntanlega við tamningarnar líka, hún er nú í Hólaskóla. Já, það hefur gengið bara líka mjög vel hjá henni. Hún var einmitt að klára annað árið á hóli núna. Já. Og það hefur gengið mjög vel hjá henni að keppa líka. Það hefur staðið sér mjög vel. Já, þetta er hörkutól. Já, hörkutól. Já. Hörkutól alveg, mjög dugleg. Nýtur hana hérna í tamningarnar líka eða eitthvað? Já, hún hefur verið hjá mér bara náttúrulega öll sumur alltaf þegar hún er ekki í skóla. Já. Og ég hugsa að verði engin breyting á því. Nei. En nú er hún að fara þá að klára rauðkennan. Ætlar hún þá að fara að taka pappa í kennslustundu eða eitthvað? Já, vonandi hjálpaðu mér eitthvað. Ekki veitir af. Það laði eitthvað til ásettu annars líka. Já, nákvæmlega. Já, eitthvað svoleiðis. Sem fyrr segir hefur áherslan á ræktun aukist síðustu ár á Björgum og því ekki úr vegi að fá smá sýnishorn að næstu kynslóð. Mest spennandi af þessum ungu hrossum. Já. Já, við erum eina mjög skemmtilega, við erum Fróða frá Staðatungu. Já. Hvað er hún gömul þessi? Þessi verður bara 4 vetri í vor. Já. Og svona sjáum samt til hvort við sýnum hana núna í ár eða býðum með hana. Já. Hún er sko sammæðra binni sem ég keypti mikið á sem ég seldi Kára Steins. Já. Og þetta held ég að verði mjög efnileg meiri. Er flott og stór svona rúm og vökur og þannig hún lofaði mjög góðu. Ertu svolítið inn á skeiðilínunni eða hvað? Ég byrjaði nú mikið með klárhross og keppti mest á þeim. En svo hefur þetta svona aðeins verið að færast meira yfir yfir á svona skeiðvænginn, bara svona óvart aðeins. Þannig að ég hef orðið mjög gaman að því sko. Eitthvað fleira hérna, ertu með einhverja graðhesta kannski eða? Já, ég er með 2 stóðhesta. Já. Heitt 4 vetrarhest hérna undan Vita frá Kagarhóli. Sem við ætlum nú að reyna að sýna í ár. Og
sjá hvað kemur út úr því. Skömmu eftir heimsókn okkar að Björgum fór Fólinn ungi í fyrsta sinn í kynbótadóm og skoraði aðalengun upp á 7,83. Alhliða hestur með 8,5 fyrir hægt tölt. Ekki amaleg útkoma fyrir 4 vetra Fóla. Lexus frá Björgum er undan Vita frá Kaðarahúli og Gusdótturinni Lilju frá Möðruvöllum. Já, svo er hérna annar hestur undan Kvist frá Skagaströnd. Já. Og sem er undan fyrstuölna Kormáksdóttur sem við eigum hérna frá Björgum. Þetta er líka mjög efnilegur klárhestur. Gæjalegur. Já, þetta er flottur hestur. Já. Og svona góða gangtvendur. Verður held ég líka svona bara mjög góða sporthestur, svona sko fjórgangari. Líst mjög vel á hann, mikið viljúgur og svona skemmtilegur. Já. Er ekki gaman að standa í þessu ræktunarstúsi? Jú, ég hef voða gaman að fá svona gæðinga. Já, alveg. Kona mín, hún pælir nú mest í, allavega meir en ég í þessu ræktunardóti, sko. Já, ok. Hún er mjög segi að pikka út stóðhesta og svolítið, sko. Hefur voða gaman að því, þannig að... Þannig að þetta er svona samvinnuverkefni? Já, í rauninni, sko. Og svo sér þú temja þetta og jafnvel Fandís keppa á sig eða hvað? Já, það er akkurat svoleiðis. Já. Fandís er nú vön að taka með keppur sem þeir eru eitthvað verða góð. Já, einmitt. Það var svona skiptið út. Já, og þú lætur það sjálfsög eftir? Já, ég byrja á með eitthvað annað bara. Já, einmitt. Hafdís dóttir Viðars stundar nám við Hólaskóla og var að ljúka sínu öðru ári þar. Hún er nýkomin heim úr verknámi frá Hnífsdal á Snæfellsnesi og ætlar að starfa við tamningar á Björgum í sumar. Jæja Fandís, þrátt fyrir að vera einungis 22 ára gömul þá hefur alveg gríðarlega mikla keppnisreynslu. Já, ég hef búin að vera mjög dugleg að keppa bara frá því ég var mjög ung og bara eiginlega frá því ég man eftir mér. Þá hef ég alltaf verið í þessu og þótti þetta alveg svakalega gaman. Hvað varstu gömul þú kepptið fyrst, manstu það? Ég man það ekki. Ég held að það hafi verið 2001 eða mér minnir það. Það sem ég fekk fyrsta bikarinn minn. Já. Ég man það bara af því mér minnir að það standi 2001 að fyrsta bikarinn. Já, nákvæmlega. En þeir eru orðnir ansi margir núna? Já, frekar margir. Já. Hvað er það sem stendur helst upp úr hjá þér? Ætli það sé ekki landsmótið í hérna á henni Björg, þar sem ég lenti í 7. sæti í áslitum og líka Íslandsmótið hérna á Akureyri á Björg frá Björgum, þar sem ég var önnur í slagtímatölti og 7. minni mig í fjórgang. Já. Talandi landsmót, ertu að stefna þangað í sumar eitthvað? Ég ætla að reyna, ég ætla allavega að taka þátt og pröfa. Það er náttúrulega fyrsta árið mitt í fullorðinsflokki, en ég ætla bara að gera mitt besta og pröfa. En nú ertu búin að keppa nokkur sinnum í fullorðinsflokki, þú náðir alveg fínasta árangri þar, er það ekki? Jú, ég er búin að keppa núna 2 útimótum í fjórgang á hesti sem ég og kærastinn minn keyptum síðasta sumar og vann þau bæði, sem er mjög gaman. Þannig að þetta byrjar þá vel, já, í fullorðinsflokki? Já, byrjar mjög vel. Já. En ég ætla að reyna að fara með hann í úrstökuna og sjá bara hvernig gengur. Sjá hvað gerist. Það sakar ekki. Já. Þú ert á Hólum núna, þetta ekki? Jú, ég er á Hólum. Hvernig er lífið á Hólum? Það er bara dásamlegt. Já. Gengur bara vel og þetta er mjög gaman. Já. Það lærir alveg svakalega mikið. Mjög sátt með að vera þar. Og þú ætlar að klára Hóla? Já, ég ætla að klára. Þá áttu 1 ár eftir núna? 1 ár eftir. Já. Og svo ætlar að fara að taka gamla í kænslustund? Já, ætlum að ekki reyna það. En hefur ekkert verið að keppa á móti honum? Á móti honum? Jú, aðeins. Já. Í vetur keppti ég einu sinni á móti honum. Hann vann mig. Hann var fyrst á ég öðru. Í KEA mótaröðinni. Já. Ég held ég hafi unnið hann einu sinni. Hann var í A-flokk á gæðingakeppni léttis. Já, það er mikið slæmt. Þá var ég ekki einu sinni komin í fullorðinsflokkina. Nei. Ertu mikil keppnismanneskja? Já, frekar. Mér finnst þetta mjög gaman. Er þetta ekki svolítið mikið stúss, þetta keppnisstúss? Það er að vera að æfa og pússa og upp á kerru og keyra og allt þetta. Er þetta alveg þess virði? Mér finnst það. Mér finnst þetta rosa gaman og fari líka svona svolítið mikið að vita hvar þú stendur og þá veistu hvað þarft að bæta og gera betur. Mér finnst þetta voða gaman.
Bjarki Fannar Brynjusson hefur starfað við tamningar á björgum síðan síðasta sumar. Hann hefur þrátt fyrir ungan aldur náð fínum árangri í tamningum á keppni og greinilega stór efnilegu knapi hér á ferð. Nú ert þú nú ekki mjög gamall, 17 ára, en ert nú samt hérna á fullu að stunda tamningar og þjálfun á björgum. Já. Er það ekki alveg frábært tækifæri fyrir þig? Það alveg magna, komast í góð hross og góð aðstöðu. Já. Og færð væntanlega einhver hross lánuð til keppni og svona? Já, mjög góð hross. Já. Og tilsvöng frá Viðari. Já. Hann flinkur. Hann flinkur. Hvað hefur verið að keppa í vetur? Ég hef verið að keppa í KEA-mótaröðinni. Já. Svo fór ég á líflvansmóti. Vann 12 og 5 gang. Ok. Vann slagtömmatöld í KEA-mótaröðinni. Á dúkkulísi frá Þjóðansæði. Já, ok. Þannig að þú ert nokkuð ragginn með þig bara? Já, þetta er gengið fínt. Nú ertu hér bæði að þjálfa og temja, eða ekki? Jú. Já. Og alveg nóg að gera? Það er nóg að gera. Já. Við að meiddist á baki í vetur og ég er búinn að vera svona að þjálfa. Þú er búinn að vera að halda þessu gangandi bara? Já, hann hefur komist aðeins á baki. Það var lít. Já, einmitt. En það hlýtur að vera mikill heiður fyrir þig, sko. Þú ert nú ekki eldri en þú ert að vera í þessu, þá? Já, þetta er mjög gaman. Já. Ætlarðu að helga framtíðinni þessu hestastúsi? Já, ég stefna þetta. Bjarki hóf sína hestamennsku ungur árum með afa sínum á Dalvík og hefur verið nánast límdur í hnakkinn síðan. Hann hefur meðal annars starfað við leiðsögn með túrista í hestaferðum. En hvað er það sem gerir hestamennskuna svona skemmtilega? Ég held að það sé að keppa. Já, það er svoleiðis bara. Og þjálfa. Já. Þetta er svo fjölbreytt. Já. Ólík kross og ólík verkefni? Já, mjög ólíkt. Ekki tross eins. Nei, eins og við mannfólki bara. Já. Á Akureyri hefur lengi tíðkast meðal hestamanna að fara með hross í rekstur. Taka þá nokkrir einstaklingar sig gjarnan saman og reka hrossin eftir reiðveginn út úr bænum. Áð er nokkur sinnum á leiðinni til að hafa hestaskipti og jafnvel til að fá sér léttar veitingar. Þetta er að sjálfsögðu mikilvægur undirbúningur fyrir ferðir sumarsins, en einnig frábær leið til að styrkja og byggja upp þrekja tamningaþreppum. Þá er félagslega þátturinn að sjálfsögðu stórpartur að þessu, enda er fátt betra en að ríða út í góðum félagsskap. Skeppnaspertur slóst í för á dögunum með rekstrafélagi sem kallar sig Frábæra fólkið og fekk að upplifa alvöru hrossarekstur með frambökkum Eyjafjarðarár. Eftir að hrossin eru leidd í þar til gerða rekstrarrétt er lagt af stað og óhætt er að segja hamangangurinn sé mikill fyrstu metrana þegar orkumikil hrossin taka af stað í rokum og stökkum. Hver er eiginlega tilgangurinn með því að rjúka svona á stað? Já, tilgangurinn er nú að fá góða hreyfingu fyrir hrossin og það er náttúrulega alltaf kraftur í byrjun. Það vilja allir komast að stað, hvort sem að er ríðandi eða laus hross og líka gott að leyfa þeim að fá dálítið svigrum í byrjun því að þau eru að finna sér sinn stað í rekstrin. Þá verður minna slagsmál, þannig að þetta skiptir máli að þau fái gott svigrum í byrjun og þá lestur þetta sig æðislega. Er þið reglulega í þessu eða hvað? Já, við reynum að fara flestar helgar, búin að gera það í allan vetur, í öllu veðrum og finnst mjög mikilvægt að þjálfa á þennan hátt vegna þess að hestamennska sem við stundum, hún gengur alltaf mikið út á að komast í ferðalög á sumrin og þá er gott að hafa hrossin vel þjálfuð og vön því að rekast og þau fá náttúrulega þessa, já, við förum lengra og svona hraðar og þetta er öðruvísi heldur en að þessir styttri reiðtúrar í kringu hverfið og þau verða líka þjálli og skemmtilegri. Og glaðari kannski? Glaðari, þetta er náttúrulega frelsi. Frelsi er ofboðslega dýrmætt í þessu og þarna fær hesturinn að hlaupa frjáls og leika sér, skvetti brassinum og hafa gaman. Tegir vel úr. Já. Tegir. Og ekki síður frelsi fyrir mannfólkið eða hvað? Það er brosa okkur allar hringin, sko. Það er ekkert skemmtilegur en þetta, sko. Þetta er æðislegt. Þarna er frelsistilfinningin og hún kemur fram. Jafnvel þá sé hérna norðan garri og svoleiðis, er það aukaatriði kannski?
Já, maður einhvern veginn fer og klæðir sig þá bara eitthvað aðeins meira og því líkt, en þegar maður komin að stað þá finnur maður ekki eins og fyrir veðrinu. Við erum engir veðuramlóðar, við bara skellum okkur í gallan og drífum okkur, það ekkert að hugsa veðrið. En það fyrir hvern sem að slást í för með svona rekstrarhóp? Jú, þetta geta margir tekið þátt, en vissulega eru ekki allir eins vanir og það til dæmis eins og bara byrjunin, það dálítið læti í byrjun og auðvitað veljum við ef það einhver nýr með það, þá byrjar hann á eftir því að það þarf að vera vel vakandi fyrir því þegar stóðið kemur að manni og við þurfum að hægja það niður á ákveðnum stöðum, þannig að þá velum maður þá ofta hann byrjar á eftir og svo þetta bara svona eftir því hvað með þroskast í þessu. En svo aftur á móti, hrossin oft eru bara langbest í þessu rekstrum. Þau eru svolítið afslöppuð og svona, það kannski ekki eins og segir fyrsta sprettin, en svona þegar líður á þá fara þeir slakna og fara að njóta sín og þá eru hrossin oft bara miklu skemmtilegri heldur en í styttri reiðtúrum og svona heimið, þannig að þá eru þau oft bara traustar og betri og þannig að það kannski, já, þá er tækifæri fyrir minna vana, jafnvel líka Bara jafnvel á bak þá bara eftir fyrsta stopp jafnvel og þá er þetta bara fínt Já. Aðstæðan til þess að reka hross í Eyjafirði einstök. Já, hún náttúrulega virkilega góð. Við komumst beint suður úr hverfinu hjá okkur og inn á afgirta reiðleiðir og nú erum við komin hérna til dæmis niður á bakkana og komumst hérna alveg suður úr eins og við viljum. Og þetta náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli að hafa svona góða reiðleiðir og vel afmarkaðar og við höfum notið mikilla tillitssemi, þurfum að fara 2 sinnum yfir þjóðveg á leiðinni til dæmis. Og það iðulega bara þannig að fólki vil helst fá að fara út úr bílunum og taka myndi eða fá að sjá eða eitthvað þínlíkt. Þetta svo voðalega gaman fyrir fólk líka að vera bara með. Og þetta alveg ofboðslega dýrmætt, þetta fjörugg sem við eigum hér. Þetta alltaf sérstakt, þetta ekki hægt að gera allstaðar á Íslandi. Og þetta þykir okkur alveg ofsalega dýrmætt og einstakt að geta notið þess að fara hérna bakkana meðfram Eyjafjarðaránni og alveg einstaklega góð reiðleið og bara þetta tækifæri, það alveg rosalega dýrmætt. Og svo líka svolítið dýrmætt að stoppa á milli og fá sér kaffi og svona, þannig að félagskapurinn hlýtur nú að spila eitthvað þarna inni. Já. Maður alltaf læra að njóta félagskapar við hestana sína en ekki síður að vera í góðra vinahópi. Það náttúrulega alveg toppurinn, það sem að við deilum þessari ástríðu okkar á íslenska hestinum og þessari hestamennsku, þessari gerð hestamennsku. Og setjumst niður og við þessa fínu bakkahöll sem við erum hérna hjá núna og tökum lagið og við setjumst niður, fáum okkur hressingu, tökum lagið og bara höfum gaman. Það rosalega fljótt að smitast út ef einhver byrjar að tóna, þá gaman. Já. Brestum í söng. Ekki spurning. Ríðum og rekum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn svo að skerti sér landinn. Ríðum og rekum yfir sandinn, ríðum sem fjandinn, sláum í kantinn, þetta stórkostleg reið. Blóð enn í öskunni og hlátbraust nei. 3 ættliðir af kúrekum, hvað þarf til? Þetta bara í genunum hjá okkur og það mikilvægt bara að hafa gaman í hestunum og þetta svo mikið fjölskyldssport. Það samvinna fjölskyldunar bara. Og félagskapurinn mjög mikilvægt atriði líka. Við erum með mikið af góðum félögum eins og við sjáum með í kringum okkur. Og svo bara verður maður bara að slá í og halda sér vel í nakkinn. Já, akkurat. Og flatbrauðs neyð í töskunni, lögg enn í flöskunni, við komum ösku fullur heim. Fyrsta kynbótasýning norðan heiða þetta árið fór fram á Akureyri í vikunni. En þá voru 50 hross dæmd á 2 dögum. Heilt yfir gekk sýningin vel og margar frábærar sýningar sáust, þrátt fyrir hífandi rok báða dagana. Skepnasprettur kíkti upp á Hlíðarholtsvöll á miðvikudags eftirmiddaginn og fékk að fylgjast með dómstörfum. Af hverju fer fólk með hross í kynbótadóm? Nú, það öll hrossaræktin á Íslandi byggist á þessum kynbótadómum
og við byrjuðum með svona skala mjög líkan þeim sem við erum í dag strax 1950, þannig að í 65 ára er búið að vera að dæma kynbótarhross og kynbótasýningum til þess bara að fá framgang í hrossaræktina á Íslandi. Og allt skráð, þannig að það er hægt að leita langt aftur í tíman að tölum og svo leiðis. Allt til á tölvutækjuformi og keyrt kynbótamat á alla súpuna. Og það sem meira er að í dag eru náttúrulega fleiri íslenskir hestar erlendis heldur en á Íslandi og allir kynbótadómar erlendis fara í sama gagnabankan. Þannig að þetta er allt keyrt saman og við förum erlendis íslensku dómararnir og dæmum á sýningunum þar líka. Já. Er þetta ekki svolítið erfitt? Hvað er verið að horfa á svona? Jú, þetta er þetta æfing, en allir sem er að dæma eru búin að vera lengi í hestamennsku, taka alþjóðlegt próf í þessum dómum, en fyrir leikmenn er þetta náttúrulega svolítið sérstakt. Það er verið að skoða höfuð og háls og herðar og bak og lend og samræmi, fótagerð, réttleika, hófa, prúðleika. Þetta er svona byggingar. Eiginleikarnir og svo í reið náttúrulega tölt og brokk og skeið og stökk og vilja og fegur í reið og fet og þannig að þetta er svona fyrir leikmann getur maður alveg trúa að þetta virki svolítið furðulega sko en fyrir okkur sem ég er nú búin að vera í þessi hvaðinn 24 ár og þá er maður náttúrulega orðins töluvert sjóaður búin að dæma mörg þúsund hesta en þetta er æfing. Oft hefur verið karpað mat á vilja og geðsla í kynbótadómum. Auðvitað er þetta svolítið sýningarvilji sem við erum að dæma. Maður verður stundum var við það að fólk segir hann er svo voðalega elskulegur heim í hesthúsi sko, svo fekk hann bara 7-5. Í brautinni þá er þetta náttúrulega svolítið afköst á gangi, hvernig er hesturinn á tauma, snýr hann við af frjálsum vilja, þarf að hvetja hann mikið áfram, er hann að sjá kátur og sáttur við verkefnið sko. Þannig að þetta fer kannski ekki alveg saman við svo hvort hann er góður við krakkana heim í hesthúsi sko. Hvað ert að dæma mörg hross svona á sígildu vori? Það er nú mjög misjafnt. Ég er nú minna núna heldur en ég var að dæma svona kannski 1000-1100 hross lengi vel á meðan ég var hrossaræktarráðunautur. Nú er ég í öðru starfi þannig að maður gerir þetta bara í frítímanum og sumarfríinu. Þannig að alltaf sé kannski svona 300-400 núna á vorin eitthvað svoleiðis. Manstu eins og fjárbændur eða eitthvað svoleiðis langt aftur í tíma þegar þú dæmdir þetta og hitt hrossið? Já, sum. Eftirminnilega sýningar maður allar sko. Þessum frægur hrossum eins og Spunar frá Vesturkoti og Sæ frá Bakkakoti og fleiri. Og það er oft stemmingin líka. Maður man mjög vel eftir elsta flokki stóðist á landsmóti á Vindheimilum þegar sólin var að setjast á bak við Drangey og það kom hver garpurinn á fætur öðrum. Það gleymir því aldrei. En ekki svona eftir hverju og einu. Ég tala nú ekki þegar menn hitta mann kannski eftir 400 hross og spyr hvað var þetta með fetið í rauðu, af hverju fékk hún 7 en ekki 7-5. Þá er maður nú kannski ekki alveg sko inni. En eru hestamenn ekkert að deila við dómana svona eins og í öðrum íþróttum? Jú, það er samt svolítið munur á milli manna. Við höfum í sjálfu sér ekkert á móti því að menn komi og spurji hvað vantaði upp á til þess að hún fengi 8-5, hún fekk bara 8 á eitthvað slíkt. En það náttúrulega einstaka tilvikum með menn ráðast að manni og segja maður sé bara fífl og fáráður, þá er náttúrulega umræðu grundvöldurinn úti líka sko. Það þýðir ekkert að rökræða við þannig fólk sko. En auðvitað eru heitar tilfinningar og miklu peningar og þetta er dýrt sport og búið að kosta miklu til og væntingarnir eru oft meiri heldur en útkoman og þannig er þetta bara. Guðlaugur segir dóma fara vel að stað þetta vorið og líst vel á komandi landsmót, en hann verður að sjálfsögja á sínu stað í dómpallinu. Já, ég dæmi í kynbótarhrossin á landsmóti núna. Það er náttúrulega toppurinn að komast í þannig aðstöðu sko. Enda náttúrulega segi ég stundum, ef ég væri ekki í dómpallinum á landsmóti þá sæti ég allan tíman í brekkunni og horfa á kynbótarhrossin, þannig að það er miklu betra sjónarhorn að sitja bara í dómpallinum. Sú hefð hefur skapast undanfarin ár hjá Hestamannafélaginu Létti að bjóða hetjunum, félagi langveikra barna á Norðurlandi á Hestbak seinnipartinn í maí og í samstarfi við nokkuð góð fyrirtæki til grillveislu á eftir. Að þessu sinni mætti yfir 70 börn með foreldur sínum og óhætt er að segja að stemmingin hafi verið góð og gleðin skinið og andlitum barnanna að loknum reiðtúr. Við ljúkum þættinum í kvöld með svipmyndum frá þessum degi.
Hvað segir þið Guðmundur? Hvað erum að vera hérna hjá okkur í dag? Já, nú erum við með svona svolítið skemmtilegan dag sem við höfum haft hér í nokkur ár. Bautinn Norrlenska og Víðirfell bjóðum hér hetjunum sem eru samtök langvirkra barna að koma á hestbak og lett grillveislu á eftir. Þetta kom nú til fyrir alllöngu síðan að við ætlum að halda svona skemmtilegt þorrablót og sem átt að vera svona söfnun í leiðinni en það gekk nú ekki. Þannig að ég hét því að við séum að gera eitthvað skemmtilegt samt og þetta var úr og já, við erum ábyggilega búin að vera í þessu í 10-13 ár, ég man nú ekki alveg upp að þessu en þetta búið að vera bara árlega viðburður á þessum tíma, gjarnan svona seinnipartinn í maí og allir glaðir að koma staðins út og alltaf gott að fá sér pilsu og gott kjöt að borða. Og mér sýnist vera hátt í hvað 50-60 börn eða hvað? Já, ég held að vera 70 börn skráð og 40 fullorðnir, þannig að þetta er heljarinnar hátíð. Og alltaf rosalega gaman að þetta unga fólk hefur gaman að komast í snertingu við hestana og svona aðeins að brjóta upp þeirra venjulegu daga með þessu og þetta bara hefur alltaf vakið mikla lukku og óskaplega gaman að koma að þessu og allir hér með sælu bros alltaf. En það má geta þess líka að svo þetta sé hægt þá kemur unglingar á léttis að þessu velja, koma með hrossin og hjálpa til við að teima og sinna unga fólkinu í hnakknum, þannig að það gerir þetta mögulegt. Eru þið ekki ánægð með þetta framtak hjá Létti? Þetta er mjög flott sko, alltaf er mjög gaman að koma inn og við vorum inni síðast og bara allir mjög glaðir með þetta sko, bara snilt. Enda svo sem engin smá fjöldi sem er mættur? Nei, það eru ótrúlega margir og stækkar eru með hverju árinu. Það er líka mikið af fólki sem veit ekkert af til dæmis eins og hetjunum. Maður heyrir af þeim bara svona eftir nokkur ára eða eitthvað. Þannig að þetta er alltaf að stækka. Þá þökkum við fyrir okkur í kvöld og sjáumst aftur eftir hálfa mánuð með stútfullan skepnasprett hér á N4.